Rétt rúmlega 12 og eins og sjá má þá skíðaskálinn nánast brunnin til kaldra kola. Það eina sem stendur upp úr skorsteinn hússins og neðsta hæðin eins og logandi eldspýtur. Slökkviliðið kom hingað á vettvang klukkan 11:30 og þá þýddi lítið að reyna við að slökkva eldinn því þá logaði allt stafn á milli. Það var alveg gjörsamlega vonlaust. Þegar við komum á staðinn þá voru konur hérna bílar frá Reykjavík. Og þetta var það mikill eldur og það þýddi nánast ekkert að gera, það var allt brunnið niður. Rannsókn á eldsupptökum hefur staðið yfir í dag en ekki enn ljóst hvað brunanum olli. Skíðaskálinn í Hveradölum var reistur miðjan 4. áratuginn að tilhlutan Lórents H. Müllers kaupmanns í Reykjavík sem var formaður skíðafélags Reykjavíkur og mikill áhugamaður skíðaíþróttir. Arkitektin var norskur en fyrirmyndin á húsinu var sótt til Alpafjalla. En skíðaskálinn í Hveradölum tengdist ekki bara skíðaíþróttinni, hér satt Halldór Laxness til dæmis við skriftir en á seinni árum hefur skálinn einhver verið notaður til veisluhalda. Af þessu sögufræga húsi skíðaskálanum í Hveradölum stendur nú ekkert eftir uppi nema strompurinn einn. Eigandinn, Karl Jónas Jóhannsson, sagði í dag að hann treysti sér ekkert til þess að meta hversu mikið tjónum væri en víst væri þó að það skipti mörgum tugum milljóna. Húsinu hefði verið gert mjög til góða á undanförnum árum og þeim umbótum var raunar nýlokið. Árásinn í Rígu hefur verið fordæmd víða heim en viðbrögð á Vesturlöndum hafa þó yfirleitt einkennst af varúð. Þó ekki á Norðurlöndum, þar hafa utanríkisráðherrar harðlega fordæmt aðgerðir sovjaskra hermanna. Framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins skírskotaði til fyrri yfirlýsingar í kjölfar atburðanna í Vilnius fyrir viku. Þar kom fram að Evrópubandalagið muni endurskoða samvinnu við Sovétmenn verði ekki láta á ofbeldi sovéska hersins gegn óbreyttum borgurum í Eystrasaltsríkjunum. Hvað felst í þessari yfirlýsingur hins vegar óljóst. Bandalagsríki greinir á umfang og eðli refsiaðgerða. Þau sem ganga lengst vilja strax draga tilbaka umsenda fjárhagsaðstoð við Sovétríkin að upp að 28 milljörðum íslenskra króna. Önnur vilja fara sér hægar, þetta á einkum við Þýskaland. Yfirmenn Atlantshafsbandalagsins segja að atburðirnir í Lettlandi muni hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir þróun samskipta austurs og vesturs. Í Bandaríkjunum hafa ráðamenn yfirleitt harmað atburðina í Lettlandi en varast harðorðar yfirlýsingar. Öðru máli gegnir ráðamenn á Norðurlöndum. Sovjesk stjórnvöld lítilsvirða mannslíf og lýðræði, segir Ingvar Carlsson, forsætisráðherra Svíþjóðar. Sten Andersson, utanríkisráðherra hans, segir að Gorbatsjov beri ábyrgð á skotárásinni í gær. Uffe Ellemann-Jensen, utanríkisráðherra Dana, vill að Evrópubandalagið hætti í bili viðræðum efnahagsaðstoð við Sovétríkin og leggur til að fyrirhuguðum samráðsfundum þetta á fimmtudaginn kemur verði frestað. Norska stjórnin hefur einnig harðlega fordæmt atburðina í Lettlandi í gær. Vægust hafa viðbrögðin verið í Finnlandi. Finnska stjórnin hefur hvatt til þess að menn hætti að beita ofbeldi í Eystrasaltsríkjunum en ekki tekið fram við hverja sé átt. Í morgun var banaslys borð í bátnum Ágústi Guðmundsinni GK95 þar sem hann lá í Njarðvíkurhöfn. Einn skipverja hafði verið að beygja sig yfir lestaropið þegar lúan sem var á hjörum féll yfir hann með fyrrgreindum afleiðingum. Ekki hægt að greina frá nafni hins látna að svo stöddu. Í sjávarútvegsráðuneytinu nú unnið að úrræðum í loðnuleysinu. Hagræðingarsjóður verður nýttur fyrir loðnuflotann samkvæmt frumvarpi sem sjávarútvegsráðherra kynnir í ríkisstjórn í vikunni. Formaður sjómannafélags Reykjavíkur segir núverandi óvissu ástand óþolandi fyrir loðnusjómenn. Rannsóknarskip leita loðnu fyrir austan en útlitið slæmt að sögn sjávarútvegsráðherra. Vonir standa til að mánaðarmót verði hægt að gera nákvæmari mælingar á loðnustofninum þegar hann kemur upp að suðurströndinni. Sjávarútvegsráðherra hefur huga á að nýta hagræðingarsjóð fyrir loðnuflotann og undirbúningi að frumvarpi þessa efnis að ljúka. Við munum leggja þar til að þær heimildir sem að hagræðingarsjóður fengi ella verði notaðar í þessu sambandi, í þessu einstaka tilfelli. En það hefur ekki verið tekin ennþá endanlega ákvörðun það að hvaða öðru leyti við munum gera tillögur í málinu. Hagræðingarsjóður hefur 8.000 þorskígildi til umráða fyrstu 8 mánuði þessa árs, en loðnuflotinn telur sig þurfa 30.000 þorskígildi á heilu ári. 44 skip eru í loðnuflotanum og eru þau svo til verklaus. 700 loðnusjómenn eru nú án atvinnu vegna loðnuleysis og segir formaður sjómannafélags Reykjavíkur þá flesta launalausa á meðan ekkert veiðist. Við viljum að
annarkvort verið tekið núna að skarið með það að loðnuflotinn fá að veiða eða ekki. Og að því gefnu að hann fengi ekki að fara á loðnuveiðar, þá viljum við að það verði deilt út botnfiski til þessara skipa, þannig að hann verði þó ekki framseljanlegur, þannig að þessir menn sé ekki lengur í þessari óvissu sem nú ríkir. Það er mjög hert að öllum flotanum og mikil óánægja hjá nánast hverju einasta skipi með sínar heimildir, og það er ekki skynsamlegt þjóðhagslega að fara að halda þessum flota til veiða í botnfiski. Hitt er svona mál að einhver skipana munu gera það, en ég vænti þess að mörg þeirra munu stunda rækjuveður. Og það er búið að leysa togaradæluna, Ólrún? Ekki er það nú alveg, en stjórn og trúnaðarmannaráð Sjómannafélags Reykjavíkur hefur samþykkt samninga á stóru togurunum í Reykjavík sem útgerðarmenn og sjómenn deildu nýlega. Fátítt er að samningar séu samþykktir fyrir hönd sjómanna með þessum hætti. Samningar á stóru togurunu fyrir norðan hjá Sjómannafélagi Eyjafjarðar eru enn ófrágengnir og þar líta menn svo á að stóru togararnir séu með felldan samning. Konráð Alfreðsson, formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar, segir að höfð verði samráð við sjómenn næstu daga eftir því sem togarar komi inn. Hann segir ekki koma til greina að stjórn og trúnaðarmannaráð Sjómannafélags Eyjafjarðar taki ákvörðun samninga fyrir hönd sjómanna líkt og í Reykjavík. Konráð Alfreðsson segir menn ekki ánægða með slík vinnubrögð. Fyrir norðan hafa fulltrúar sjómanna ákveðna lausn í huga sem kynnt verður í vikunni. Formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar vill ekki tjá sig nánar þá lausn að sinni. Náist ekki samkomulag, segir Konráð, málið væntanlega fara fyrir dómstóla. Hjá Sjómannafélagi Reykjavíkur segir Guðmundur Hallvarðsson formaður að ákveðið hafi verið að samþykkja samninga fyrir hönd sjómanna þar sem heimild sé í félagslögum að binda endi á kjaradeilu. Ef greiða hefði átt atkvæði að nýju hefði þurft að breyta samningnum töluvert umfram þjóðarsátt sem kostað hefði hörð átök. Því hefði þessi ákvörðun verið tekin, en Sjómannafélag Reykjavíkur héldi enn fast við það að talning atkvæða báta og togarasamninga hefði verið með réttum hætti. Sáttafundur hefur staðið í deilu sjúkrahúslækna og viðsemjenda frá því klukkan 4 í dag og hafa deiluaðilar skipst á tilboðum. Yfirmenn á Landspítala og Borgarspítala óttast áhrif aðgerða lækna á sjúkrahúsum verði ekki breyting þar á fljótlega. Yfirlæknir á gjörgæslu Landspítalans segir samvisku spurningu hvort ekki þurfa að senda hjartasjúklinga utan til kransæða aðgerða ef ekki verði breyting á ástandinu. Eins og við sögðum frá í fréttum í gær hafa sérfræðingar á sjúkrahúsum ákveðið að sinna aðeins bráðatilfellum. Aðgerðir sérfræðinga og ungra lækna hafa valdið því að biðlistar sjúkrahúsana lengjast og hefur skurðaðgerðum á Landspítala fækkað helming síðustu vikur. Aðeins bráðatilfellum og illkynja sjúkdómum sinnt. Á Borgarspítala fækkar skurðaðgerðum einnig á sumum deildum og ástandið verst á almennri skurðdeild og slysadeild vegna aðgerða sjúkrahúslækna. Aðstoðarframkvæmdastjóri Borgarspítala segir aðgerðir sérfræðinga ólöglegar. Samkvæmt þessu sem þeir hafa gefið út sérfræðingar að þá virðast þeir ætla að loka fyrir allar skipulagðar aðgerðir en sinna bráðaaðgerðum og það getur gengið einhver tíma þannig, en það segir sig sjálft að það gengur ekki lengi. Samningafundur í deilu sjúkrahúslækna og viðsemjenda í dag fyrsti fundur deiluaðili í 4 daga. Ríkissáttasemjari sagði nú undir kvöld að nýjar tillögur hefðu verið kynntar og gengju tilboð milli deiluaðila. Lögreglan í Reykjavík lýsir eftir Hauki Matthíassyni, 73 ára vistmanni í Gunnarsholti í Rangárvallasýslu. Haukur er hærri meðalmaður, sköllóttur, hann er líklega klæddur jakkafötum, ljósum rykfrakka og með hatt. Þeir sem hafa séð til ferða Hauks eftir föstudaginn 4. janúar síðastliðinn eða vita hvar hann er nú, vinsamlegast láti lögregluna vita. Kaldavatnslaust hefur verið í Hafnarfirði í dag. Það er eins og ekki eigi af Hafnfirðingum að ganga þessa dagana. Fyrir skemmstu var hitaveitan að angrað á, svo gauðs upp fnykur mikill í húsum í miðbænum og í morgun sprakk 14 tómmu stofnæ sem flytur kalt vatn ofan frá Kaldárseli inn til bæjarins. Leiðslan sprakk í Öldugötu og talið að sandur undir öðrunum hafi smám saman runnið undan þeim, þannig að þau hafi legið eftir á Huldu. Við það síga rörin og lenda þar að leiðandi á klöpp eða oddhvössu grjóti.
En það ekkert að leiðslunni sjálfri? Nei, leiðslan mjög góð og hún meiri 40 ára gömul eins og sést. Þetta er þykkur pottur og steypujárnsrör endast afar vel. En meðan flestir bæjarbúi í Hafnarfirði voru án vatns, fengu íbúar þeirra húsar sem næst eru bílunarstaðnum of mikið af svo góðum. Strákarnir minni vöknuðu hérna upp á 7 í morgun og stigu fram á rúmunum í ökladjúpu vatni. Skemmdir eru hérna verulegar á veggjum og öðru. Dótið, lauslegu dótið, við vorum að flytja hérna fyrir 10 dögum síðan og erum að svona koma okkur fyrir. Ég veit ekki alveg með skemmdir ennþá, sko. Ég er búinn að kanna það nú vel. Viðgerð hefur miðað vel og smá saman hefur í dag verið hægt að hleypa vatna á hverfi eftir hverfi. En fram að því hafa menn orðið að láta heita vatni sér nægja. Núna kalt vatn væntanlega að komast í krana allra Hafnfirðinga, en í lokin örfá varnaðar orð. Það allt of oft komið fyrir að fólk hefur farið úr húsum eða íbúðum með opna krana og svo þegar við hleypum vatnin á, að þá hefa orðið stór slys. Á árunum 1980 til 89 greiddu Íslendingar hærri upphæðir í vexti og afborganir af lánum sem þeir tóku vegna virkjana og annarra framkvæmda vegna álversins í Straumsvík, en tekjur ríkisins voru af álverinu á sama tíma. Þótt hagnaði Landsvirkjunar af orkusölu, tekjum Hafnarfjarðarbæjar af álverinu og tekjum Ullánasjóðs bætt við tekjur ríkisins á þessu tímabili, var samt lægri upphæð að ræða en Íslendingar greiddu í vexti og afborganir af lánum sem tekin voru vegna framkvæmda tengdra álverinu. Þetta kemur fram í svari iðnaðarráðherra við fyrirspurn frá Guðrúnu J. Halldórsdóttur, þingmanni Kvennalista. Í svarinu kemur fram að Íslendingar greiddu rúmlega 1,1 milljarð í vexti og 2,2 í afborganir á árunum 1980 til 89 eða alls 3.355.900.000 krónur. Á sama tímabili greiddi álverið tæplega 1,4 milljarða til ríkissjóðs, Hafnarfjarðarbæjar og Iðnlánasjóðs. Þar af var hlutur ríkisins tæpar 900 milljónir. Ennfremur kemur fram að rekstrarafkoma Landsvirkjunar var jákvæð rúmar 800 milljónir á tímabilinu. Ef þessar upphæðir eru lagðar saman, það heildartekjurnar og afkoma Landsvirkjunar, verður niðurstaðan 2.221.998.000 sem rúmlega 1,1 milljarði króna lægri upphæð en greitt var í vexti og afborganir af þeim lánum sem tekin voru til að kosta virkjanir vegna þess. Sé hins vegar miðað við tekjur ríkissjóðs eingöngu kemur á daginn að útgjöld vegna lána námu 2.466.448.000 krónum umfram tekjur af álverinu. Við þá upphæð má bæta kostnaði sem ríkið greiddi vegna eftirlits með álverinu sem var á annað 100 milljónir króna. Hins vegar í svari iðnaðarráðherra ekkert tillit tekið til launa sem fyrirtæki greiddi starfsmönnum sínum á umræddu tímabili. Sunnan og suðvestan fárviðri gekk yfir landið í morgun, allt frá Snæfellsnesi, vestur og norður til Vopnafjarðar. Mest var veðurhæðin í Eyjafirði og Skagafirði. Í þeim héruðum var talsvert eignatjón og við vonumst til að geta verið með myndir af þessu í fréttum klukkan 11. Lögreglan í Reykjavík leitar að 11 ára gömlum dreng, Páli Lúthersinni, sem ekkert hefur spurst til síðan í morgun. Hann lágvaxinn, dökkarður með mikið hár, klæddur brúnum jakka með skinnkraga, brúnum buxum og strigaskóm. Þeir sem kunna að hafa orðið hans varir eru beðnir að láta lögregluna í Reykjavík vita. Slæmt veður hefur verið á Heklusvæðinu í dag. Sérfræðingar telja að gosið hafi haldið áfram að réna en geti þó staðið í nokkra daga enn í litlum mæli. Sérfræðingar Norrænu eldfjallastöðvarinnar hittust á fundi síðdegis til þess að bera saman bækur sínar gosið og framvindu þess undanfarna daga. Rannsóknir á ösku sínum eru þegar hafnar en endanlega niðurstöður þeirra liggja ekki fyrir en eftir nokkrar vikur. Meðal gagna sem jarðfræðingar Norrænu eldfjallastöðvarinnar vanhægur eru myndir sem teknar voru strax við byrjun goss og biðja þeir fólk sem á slíkar myndir að deila þeim með sérfræðingum eldfjallastöðvarinnar. Jarðfræðingarnir hafa undanfarna sólarhringa safnað saman upplýsingum gosið víðsvegar á Heklusvæðinu. Já, vandamáli hefur verið undanfarna daga að þeir sem hafa sinnt rannsóknum hafi verið sitt hvorum yfir fjallið og samskipti hafi verið ákaflega erfið, þannig að við höfum nánast enga heildarmynd af því sem var að gerast fyrir en hún að byrja að myndast núna. Við hvert eldgos þá það margra mánaða að vinna úr öllum þeim gögnum sem safnast. Og núna erum við
athuga hvaða gögn við höfum og hvernig þessum mismunandi mælingum ber saman og svo framvegis. Þannig að út úr því að koma eftir stuttan tíma svona sæmileg heildarmynd af þessu gosi. En núna í stuttumáli, hvernig myndið þið lýsa þessu gosi? Þetta gosi virðist vera sem sagt svona ekta Heklugos. Þetta að mörguleyti þetta mjög líkt 1980 gosinu en þó eru frávik frá Heklugosinu á 1980. Það virðist vera minni aska sem kom upp núna heldur en þá. Þannig að það er mjög lítil öskumyndun og gígarnir sérstaklega, þeir virðast svona flæmast meira fjallið og það gís núna meira niður á láglendinu, svona svipað og gerðist 1970 sem við sáum aftur mjög lítið af 1980 en svona í aðalatriðum það líkt 1980. Í Hlákunni í dag hefur víða verið mjög hált á vegum og betra fyrir bílstjóra að fara með gátt. Það orðað sönnu því að annars getur farið svona. Það var hátíðisspilið í dag sem Friðrik Steinsson frá Laugarvatni var á ferð í bíl sínum skammt frá Laugarvatni og þegar hann kom að brúnni yfir Litlá missti hann stjórn á jeppanum og svellflotta og fékk ekki við neitt ráðið. Friðriki tókst að komast út farþegar megin og ná í menn sér til aðstoðar við að ná bílnum upp úr. Fyrir neðan svonefndan Axtargíg en fjær í austurhlíðinni sést gígurinn sem gaus í dag og hægra megin við hann hraunið sem runnið hefur austur fyrir fjallið en nú hefur runnið þar meira hraun en í síðustu 3 gosum. Það eins og svo gamla hafi verið feimin í fyrstu dögum gossins að sýna sig en í dag gerði hún það svo ummunaði eins og sjá má. Og nú skulum við fljúga áfram í norðaustur rétt vestan við Hátindin og við sjáum þarna yfir hraun breiðurna fyrir austan fjallið. Það bæði ríkur úr öxlinni á Heklu þarna og snjóskefur í strekkingnum sem þarna var í dag. Það venjulega í Tindgígnum sem að mesti hitinn í Heklu en svo einkennilega brá við núna að þar gaus ekki aldrei þessu vant heldur þarna fyrir neðan og austan eins og við sjáum. Þetta telja jarðfræðingar vera nýjung í þessu gosi og nú sjáum við á norðri yfir Heklu og sjáum við svarta bletti hérna til hægri niðri. Það litla hraunspían sem kom upp við Skjólkvíar og hjónin í Haga í Gnúpverjarhreppi sáu og trúðum kannski ekki of margir. Þarna var smá gos og kom reyndar upp smá spía þar í dag. En þetta svo gígurinn sjálfur og við sjáum hraunbreiðuna þarna fyrir austan. Það hefur kannski komið upp minni aska í þessu gosi, gróf aska heldur en í fyrri Heklugosum en þeim mun meira hraun og hefur þó gosið aðeins staðið í 3 daga. Þetta 3. dagurinn núna. Þó vita vísindamenn alls ekki fyrir víst hver lengi getur gosið þarna úr þessum gíg sem svo virkur og nú skulum við kíkja á hann. Þarna hraunstraumurinn. Hann var helst virkur þessi í dag, drjúgur kraftur enn í honum og við sjáum hvernig brennheitt loftið sprengist þarna upp og gastegundir þyrlast. Við það að gosið minnkaði jókst gjóskufall í dag og fundum menn fyrir því niður í Landeyjum og niður í Fljótshlíð. Og hér sjáum við gosið í sígandi sól. Það virðist ekki alltaf verða langt gos. Þykir mönnum ljóst að svo gamla hafi gosið oftar dagana en annálar greina. En Sigurveig Jónsdóttir fékk sér far með þyrluþjónustunar sem komin var þarna austur til þess að bjóða fólki upp á útsýnisflug yfir gosstöðvarnar. Helst verður þetta sjá nefnilega gosið úr lofti. Eins og sjá má hefur dregið verulega úr gosinu í Heklu en ennþá þetta tilkomumikil sjón og þrátt fyrir brunakulda flykkist fólk hingað inn eftir til að skoða gosið. Eins og Ómar sagði hefur skyggnið verið afburða erfitt frá því að gosið hófst og það var ekki fyrr en í dag sem það naut sín verulega vel en þá var flug eiginlega eina leiðin til að komast í sjónmál við gosið svo það var margir orði fyrir vonbrigðum. Frá Galtalæk sáust aðeins gosmekkirnir, eldurinn sýndi sig ekkert þeim megin og við komumst í þessa frábæru aðstöðu til myndatöku með aðstoð þyrlunar. En örfáir vanir fjallamenn lögðu á sig að komast að Heklu austar megin landleiðina. Meðan við stöldruðum við voru 2 menn á þessum slóðum. Flestir þeirra sem hafa komið hingað inn eftir þess að skoða eru hinum megin við fjallið. Hvernig komist þið hingað? Við komum á bíl hérna upp úr Rangarbotnum, keyrðum upp Rangarbotnana og vorum hérna í Skála í nótt inni hérna fyrir Suðausturnesjuna og síðan hefur við verið að buðast hérna upp yfir 2 dögum.
Búið að taka mikið af myndum? Já, mikið af myndum. Niður í gær þá hafa geysilegt blóðsirna í gærkvöldi og nótt og við keyrðum hérna á leið sem komst ekki svona nálægt því miður. Það var verulega skemmtileg blóðsirna í náttúrulega. Já. Þetta eini staðurinn til að vera á núna? Þetta eini staðurinn á landinu sem maður á að vera á núna, já. Ég held að fæstir fái meira sér einn möguleika á ævinni að gera þetta. Mér hafa alltaf dreymt að fá taka mynd af bílnum mínum og eldgos í baksýn. Ég búinn að því núna. Nú draumur rættur. Áttirðu von á því að draumurum myndi rætast? Já, ég átti það nú að vísu. Já. Ég hef séð Heklugos áður. Heimsókn utanríkisráðherra Jóns Baldvins Hannibalssonar til Lettlands og Litáen hefur vakið mikla athygli. Jón Baldvin fundaði í gær með Gorbunov, forseta Lettlands, og í dag átti hann fund með Landsbergis, forseta Litáen. Hallur Hallsson staddur í Vilnius. Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra, átti í gærkvöldi fund með ráðamönnum Letta og fyrir þeim fór Gorbunov, forseti æðstaráðsins. Þar sem þeir létu honum í té ýmsar upplýsingar varðandi sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkjanna. Meðal annars fund og samkomulag sem á dögunum var gert við Boris Jeltsin, forseta Rússlands. Einhver virðist hafa ásælst þessar upplýsingar og plögg því þegar ráðherrann hafði fest blund á hóteli sínu í Ríka, höfuðborg Lettlands, var brotist inn og skjalatösku hans stolið. Í henni voru farseðlar og peningar. Varasjóður sem ráðherra hefur tiltækan uppað sem svarar til 200.000 íslenskum krónum. Annar farangur var látinn ósnertur í herberginu. Hins vegar hafði Jón Baldvin nánast fyrir tilviljun tekið plöggin sem lettarnir létu honum í té og sett þau annar staðar, þannig að þau voru ósnert. Í morgun, þegar Jón Baldvin Hannibalsson svo vaknaði, saknaði hann töskunnar. Þegar hófst mikil eftirgrennslan en án árangurs lengi vel. Lettarnir voru ekki vafum hvað gerst hefði. Þeir töldu víst að KGB, ein illræmda lögregla, hefði verið á ferð í herbergi ráðherrans í því skyni að afla upplýsinga hvað mönnum hefði farið á milli á fundinum kvöldið áður. Vegna þessa tafðist för Jóns Baldvins til Vilniusar. En eftir umfangsmikla leit á hótelinu fannst taskan skyndilega í fatahengi í lobbíi hótelsins. Peningarnir og pappírar voru ósnertir, þannig að víst að ekki höfðu huldumennirnir sem læddust inn á ráðherrann nóttina áhuga á peningum Jóns Baldvins. Og það rétt að árétta að ekki voru þarna íslenska peningaræða, heldur voru þetta eftirsóttar sænskar krónur 20.000 talsins. Lettunum var mjög létt við þetta og töldu þetta staðfestingu á því að KGB hefði verið á ferð og að þessi illræmda lögregla fylgist náið með ferðum Jóns Baldvins Hannibalssonar í Eystrasaltslöndunum. Jón Baldvin sjálfur hafði enga skýringu á töskukvarfinu en benti á útskýringar Letta. Jón Baldvin heldur í kvöld blaðamannafund ásamt Vytautas Landsbergis hér í þinghúsinu í Vilnius, höfuðborg Litáen. Hann kom hingað klukkan 3. Fundinu verður sjónvarpað beint en Litáar hafa komið upp sjónvarpssendingum á nýjan leik þrátt fyrir að Sovjetmenn hafi tekið sjónvarpshúsið hér í Vilnius á dögunum þegar 13 manns biðu bana þegar sovjískir skriðdrekar létu til skara skríða gegn varnarlausu fólkinu. Og eftir að fullyrða að heimsókn Jóns Baldvins hafi vakið mikla athygli hér í landi. Hér í Vilnius ríkir umsátus ástand, þýkhúsið vígift, gaddavírar og risastóri steipuklumpar umlykja húsið og fólkið gengur fyrir utan allan sólarhringinn. Þetta Hallur Hallsson í Vilnius í Litáen. Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda tókst ekki að anna eftirspurn eftir saltfiski á öllum mörkuðum á nýliðnu ári, en mjög gott verð fékkst fyrir saltfiskin í fyrra. Í samanburði við árið 1989 reyndist verðmæta aukning á hvert saltfisk tonn vera 31%. Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda, SÍF, flutti út saltfisk fyrir 12 miljardar íslenskra króna á nýliðnu ári. Alls voru flutt út 49.000 tonn á árinu 1990 en það 13% samdráttur í magni frá árinu áður. Stærstu viðskiptavinir SÍF eru Portugal sem keypti rúm 15.000 tonn af gæða saltfiski í fyrra og Spánn en þangað voru selt 13.700 tonn. Verðmætisaukning á hvert saltfisktonn sem SÍF flutti út í fyrra reyndist 31% í samanburði við árið 1989. Það náttúrulega margar skýringar á því og kannski fyrsta skýring að hlutfall af
betri gæðaflokkum hefur stóraukist. Það fyrsti og annar gæðaflokkur eykst úr 70% árið 89 í 80% árið 1990. Þannig að þáttur framleiðenda í þessu máli mjög verulegur. Nú, gengismálin voru okkur að vísu hagstæð líka. Evrópumyntirnar styrkjast verulega og kostnað Bandaríkjadals. Nú, við aukum verulega söluna til hérna betur borgandi markaði og verðhækkanir voru all álitlegar á síðasta ári líka. Nú hefur framleiðsla á saltfiski dregist saman ef miðað eru 1990 við fyrri ár. Komið þið til með að anna mörkuðum á þessu ári? Já, á síðasta ári þá hefðum við, ég fullyrði, þá hefðum við getað selt all miklu meira magn heldur en við seldum. Hversu miklu meira myndir halda? Það náttúrulega erfitt að slá einhverju tölu fastri, en ég bend á það að undanfarin ár þá höfum við verið að selja yfir 60.000 tonn á ári. Værum Kúvæts fyrir írösku flugskeyti. Og þá voru sjónvarpsmenn að koma með fyrstu myndir af gosinu í hús og það var Páll Benediktsson sem flög yfir gosstöðvarnar með Friðþjófi Helgasyni myndatökumanni. Eins og sjá má, þá þetta gífurlegt gos í Heklu. Þetta ekkert túristagos, eins og talað var gosin 70, 71 og 80. Þetta líkist miklu frekar stórgosinu sem varð í Heklu 1947. Aðal gosvirknin virðast verið í fjallinu vestanverðu og suðvestanverðu. Þar gengur stór sprunga langt upp í fjallið en við sáum ekki alveg toppinn fyrir mökknum og éljaklökkum sem að ganga hérna yfir. Eins og virðist vera virkni í toppnum líka því að eins og sjá má þá renna hrauntaumar niður alveg niður mitt fjallið og virðast koma á efstu honum fjallinu. Megin hrauntraumurinn virðist ganga í vestur í átt að inntaksmannvirkjum Búrfellsvirkjunar en á þessari stundu langur vegur í að þau mannvirki geti verið í hættu. Hins vegar þetta miklir hrauntraumar sem að ganga frá fjallinu og virknin ekki bara í suðvesturhorninu heldur vestanmegin og það virðast vera gígar á minnstakosti á 3 stöðum og líklega fleiri. Virknin geysilega mikið og þetta mjög tilkomumikil sjón að sjá þetta mikla eldhaf sem við sjáum hérna að ofan. Mökkurinn, hann stendur í 10.000 feta hæð að minnstakosti og var komin upp í það á 1 klukkutíma. Já, þetta voru myndirnar sem við tókum núna fyrir svona rúmum hálftíma yfir gosstöðunum og það sagði mér maður sem var með okkur í vélinni sem hefur séð öll goss frá 1970 að þetta væri langsamlega mesta goss sem að hann hefði séð og það var greinilegt þarna sem við sáum ekki á þessum myndum að það var goss upp í toppnum því að það komu hrauntaumar þó minni væru niður eftir fjallinu miðju. Hvað sýnist þér á þessum myndum, Ragnar, þetta? Þetta mikið goss? Já, þetta mikið goss og það rétt, það virðist vera heldur meira goss heldur en goss í 1980 sem var nú allmikið hraungoss. Þetta samt öðruvísi goss heldur en goss eins og var 47 þar sem var miklu meira sprengigoss að ræða og miklu meiri aska. En það má segja að þetta komi heim og sama við það að byrjunin á þessu gossi að margan hátt mjög svipuð eins og í gossinu 1980 en hraðari. Það sem meiri opnun að því virðist en aðalopnunin samt á tímabilinu frá 6 til 7 og það virðist vera sem að gliðnunin sé mjög að hægja á sér. Gliðnunin sem opnar leið fyrir gossefnunum upp sé mjög að hægja á sér og það ekkert víst á að þetta sé svona ákaft núna að þetta standi meira lengur yfir aðal hraunstraumurinn heldur en í 1 sólarhring.
Nú við sjáum núna myndir á skjánum sem að Jón Benediktsson, kvikmyndatökumaður okkur á Suðurlandi, tók af landi, en eitt vakti athygli okkar og það var þessir miklu hraunstraumar og þá sérstaklega þessi sem að lá þarna í vestur og hann virtist fara í átt að inntaksmannvirkjum Búrfellsvirkjunar og hafa farið þarna mjög langt á skömmum tíma. Hvað sýnist þér um það? Já, ég var nú að segja eins og þið sögðu hér áðan að ég held að það ætti nú ekki að vera mikil hætta því að þetta kemist allar leiðina þangað en það þarf allar ansi mikið gos til þess að það ná allar leiðina þangað án því þorum nú að dæma alveg það en semst að gossprungan er löng og þetta fellur náttúrulega niður fjallið út frá sprungunni. Áttu menn von á því að fá núna svona mikið gos í Heklu eins og þarna virðist vera á ferðinni? Menn hafa átt á öllu von eftir gosi 1980 og það eins og Hekla hafi hegðað sér öðruvísi í seinni tíð heldur en að menn hafa gert ráð fyrir og hafa byggt þá sögulegum gögnum en samst, land virðist vera að opnast þarna til að ratta á þessum árum og hleypir gosefnum upp á, já, nú er þetta orðið á 10 ára fresti í þrígang og hérna, en samst, gosin eru alls ekki eins mikil eins og þessi gos sem eru þekktu sem Heklugos og eru 100 ára fresti. Nú virðist gufastróka virkni vera mjög mikil þarna. Mökkurinn er komin upp í 10 km hæð eftir klukkustund og 12 km eftir ríflega það. Ég sagði reyndar 10.000 fet þarna áðan meðan ég var upp í flugvélni en það var auðvitað rátt. Sýnist þér þetta ekki vera kröftugt? Jú, þetta var komið upp í 10 km eða 11 km hæð eftir 10 mínútur. Þannig að þetta skeður mjög hratt og er mjög öflugt til að byrja með. Þú talar þarna að þessi spenna sé þarna fyrir hendi. Er hugsanlegt að þetta spenna sem þarna losnar minnki líkur á jarðskjálftum, til dæmis Suðurlandsskjálfta? Nei. Landið er á hreyfingu og er að gliðna sundur og sér hver gliðnun sem verður, það má segja hún þyngi á umhverfinu frekar en hitt. En við það að sjá þessar myndir á þennan hátt eins og þú sér þarna núna bara rétt í þessu við fyrstu sín, þá er þetta mikið gos? Já, þetta er allavega meira gos en 1980. Við látum þetta þá nægja að sinni af Heklugosi en segjum örugglega meira frá því síðar. Lækjavöllum í Bárðardal sagði öskufall hafa byrjað á 9. tímanum í kvöld. Að sögn Sigurðar er þetta mjög fíngerður salli en nú þegar má sjá að skaflar eru teknir að dökkna. Og þá að Persaflóadeilunni á ný. Já, hér allt eldhafið, öll Hekla, vestanverð og suðvestanverð er eitt eldhaf og mökkurinn gengur hér upp af fjallinu og í norðaustur. Mökkurinn er komin upp í 10 km hæð á 1 klukkustund, svo að þetta er ekkert túristagos í Heklu eins og tala verið um gosin 1970, 71 og 1980. Þetta líkist miklu frekar stórgosinu í Heklu 1947. Megin hrauntaumurinn, mikill taumur, liggur hér í vestur átt af fjallinu og í átt að inntaksmannvirkjum Búrfellsvirkjunar. Það er þó langur vegur í að hrauntaumurinn komi nokkur sinni nálægt Búrfell eins og nú er og ómögulegt að segja á þessari stundum hvort að mannvirki þar geti verið í hættu. En þetta er mjög tilkomumikil sjón hérna ofan, eitt eldhaf og sprungan, hún liggur hátt upp í fjallsrætur í suðvestur hlíðum Heklu. Þessi fræga 5 km langa virka sprunga sem liggur þvert í gegnum Heklu, en við sjáum ekki toppinn því að hann er hulinn Reykjarmekkin, en svo virðist sem að toppgígurinn sé virkur því að hrauntraumar renna niður eftir miðri fjallshlíðinni. En þetta sjáum við ekki mikið betur núna á þessari stundu, þá kemur éljaklakki hérna yfir. Við sáum þetta myndir teknar úr lofti klukkan 7 til hálf 8 og eins á við myndir af jörðu niðri sem Jón Benediktsson, fréttaritari okkar á Suðurlandi, tók. Þetta Heklugos er greinilega kröftugt eins og Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur, staðfesti eftir hann sá myndirnar af gosinu sem við sýndum fyrir í fréttatímanum. Gosið er að mestu í vesturhlíðum Heklu. Fyrst var tilkynnt óróa við Heklu 5:30 í dag og þegar klukkuna vantaði 15 mínútur í fékkst staðfesting frá almannavörnum ríkisins að gos væri hafið. Það var kanadísk þota sem fyrst sá gosið úr lofti og stuttu síðar tilkynnti flugleiðavélum það. Við sjónvarpsmenn vorum svo fyrstir á staðinn og flugum alveg við gosmökkinn sem steig 12 km í loft upp eftir aðeins rúmlega 1,5 klukkustund.
og að mökkurinn barst hratt til norðausturs enda urðu menn varir við að fíngerður öskusalli var farin að falla í Bárðardal á 9. tímanum í kvöld eins og við greindum frá hér áðan. Bóndinn á Lækjarvöllum sagði þá að greina mætti að snjóskaflar væru teknir að dökkna og samkvæmt alveg spánýjum fréttum höfum við fregnir af öskufalli við Stöng í Mývatnssveit og Þverá í Laxárdal. Þar byrjaði aska að falla milli klukkan 8 og 9, svo það greinilegt að öskufall víða á Norðausturlandi. Menn eru sammála að hér sé á ferðinni mun meira gos en síðustu gos í Heklu, þó svo að þetta gos virðist ekki jafnast við stórgosi 1947 að því virðist. Það ævinlega mestur kraftur í gosum fyrst og mökkurinn virðist ekki stíga eins hátt upp á 1947, þó svo að margt geti haft áhrif á það og ekki sé hægt að fullyrða neitt á þessu stigi. Heppilegt verður að teljast eins og í gosinu 1947 að gosið hefst vetur því að þá liggur snjóhula yfir landinu og minni hættir á gróðurskemmdum. Nú eins og þarna kom fram öskufall byrjað fyrir norðan. Magnús, miðað við spána, hvar útlit fyrir að það verði mest öskufallið? Það verður nú greinilega verst á þessum slóðum þarna sem austan Eyjafjarðar og austur á Melrakkasléttu kannski á því svæði. Vindátt nú svolítið breytileg með hæð þannig að það svolítið erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvar öskufallið verður mest en mér þykir líklegt að það verði á þessum slóðum í Þingeyjarsýslum í Mývatnssveitinni og þar norður eftir. En við skulum nú byrja svona tiltölulega rólegan veðurdag með því að skoða veðurtunglamynd sem var tekin hálfum öðrum tíma eftir að gosið byrjaði og því að það má mjög greinilega sjá mökkinn. Landið hér og hér þá suðvesturhluti á háum gosmekki sem að náði eins og framkom nú áðar upp í 12 km hæð en samkvæmt síðustu fréttum sem ég hafði nú á veðurstofunni þá hefur svo hæð minnkað þannig að svona cirka 10 km eru hæðin á hennu núna samkvæmt veðuratsjáni sem hefur nú verið minnst á fyrir í kvöld og þegar þessi mynd var tekin þá náði mökkurinn hér norður Hofsjökul. Nú síðan eru talsverður vindur hér í háloftunum þannig að í þessari hæð, 10 km hæð þá er það bil 100 km vindhraði á klukkustund. Nú ef við snúum okkur þá að veðrinu þá má sjá hér mikla éljaklakka hér suður og vestur af landinu og hér síðan talsvert víðáttumikið snjókomubelti sem að kemur trúlega hér inn á landið í nótt. Nú hér hins vegar lægð sem að teygir anga sín inn á Vestfirði eins og við sjáum nú á kortinu frá klukkan 18. Þá var samfellt snjókoma hér á norðvesturhluta landsins, él en nokkuð bjart á milli og meðal annars gekk eitt él yfir nánast á sama tíma eins og byrjaði að gjósa og svona kom síðan mökkurinn út úr élinu þegar það gekk norður af. Nú þessi lægð sem hér og var hér sunnan við landið fyrir í dag, hún að dýpka þannig að vindur svolítið að vaxa og þar með vaxandi skafrenningur á raunar landinu þar sem að snjór laus fyrir. En á kortinu frá 12 á hádegi það er nú ósköp lítill gosórófi núna og það hefur ekkert brotist út gos í nýjum stað en það kemur ennþá raun upp. Nú við skulum þá sjá myndir. Helgi Már Artúrsson fréttamaður var þar miðnætti og Páll Benediktsson fram eftir nóttu. En við skulum sjá hvernig þetta var rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Hekla byrjaði að gjósa klukkan 5 í dag. Við erum staddir í landi Næfurholts við rætur Heklu. Hér töluvert mikið af fólki sem að hingað komið á fjallabílum eða stórum jeppum. Og núna þegar klukkan 11 eða rúmlega það, þá lítur gosið svona út. Það var ekki mikið sprengingar eins og þessa hér upp við Heklu í gærkvöldi og nótt. Hraunstraumurinn virtist þunnfljótandi og rann niður hlíðar eldfjallsins með 3 til 4 metra hraða á mínútu að sögn kunnugra við Heklurætur, sunnan megin í fjallinu. Sprungan virtist hins vegar ganga í gegnum fjallið og ljóst að uppi í skýjabólstrunum hærra í fjallinu gaus einnig. Séð frá Gunnarsholti miðnætti virtist eldvirknin norðan til í fjallinu fara vaxandi og þar sást gjörvöll sprungan.
Samkvæmt upplýsingum sem við fengum frá einum jeppaeigandanum sem reyndi að komast að fjallinu norðan til, var gosið mjög tilkomumikið á þessum slóðum. Lögreglan hefur nú lokað umferðum sem var mikil miðnætti, mest jeppar og stórir bílar. Þegar við vorum við Heklu voru 150 manns á svæðinu. Einn þeirra var Bergsteinn Gissurason, brunamálastjóri ríkisins, og hann hafði ansi skemmtilega sögu að segja okkur. Hann var nefnilega staddur á sama stað þegar Hekla gaus 1980. En hvernig var gosið þá miðað við nú? Það byrjaði raunverulega eins og að væri ketilsprenging, gufustrókur sem kom upp fyrst og svona eins og þytur í honum. Síðan byrjaði að koma logar, sprungur opnuðust í fjallinu og það kom, var eins og sið upp úr blekbyttu, svartar bólur sem fóru niður fjallslíðina. Er þetta sama sprunga núna? Já, mér sýnist þetta að vera sama sprungan og var sem maður sá einmitt hérna frá þessum stað og lengdi stöðut hérna í áttina að Selsundi. En þetta virðist vera mjög ólíkt að því leyti að þá voru svo mikla sprengingar og hérna á þessu stað þá var eins og maður væri í vélarrúmi á skipi þegar var stöðugur niður og titringur. En nú virðist þetta bara vera hraun sem rennur hérna í stríðum strömmi niður hlíðar Heklu. Já, núna virðist þetta vera þannig að þetta er bara eins og hægt og rólegt hraunrennsli. Lögreglan lokaði vegum upp að Heklu miðnætti í nótt enda mikil umferð svæðið. Tugir jeppa fullir af áhugasömum áhorfendum voru við Heklurætur fram eftir nóttu og virtu fyrir sér gosið í stjörnubjartri nóttinni. Flestir söfnuðust saman á hæðunum vestur af Næfurholti, þaðan sem þessar myndir eru teknar. Páll Benediktsson, fréttamaður, var staddur í nágrenni Gunnarsholts miðnætti þegar lögregla lokaði vegum til Heklu. Hvers vegna er það að loka veginu hérna? Við vorum beðnir að loka veginum af almannavarnaráði vegna þess að hætta var á það að það fara að snúast vindur. Þannig að til austurs og þá myndi öskuna leggja hérna yfir veginn hérna miklu neðar fyrir ofan okkur. Hefur verið mikil bílaumferð hérna í dag? Alveg gífurleg. Nú er klukkan 2 nótt og hérna er mikil trafík ennþá? Já, annars er nú farið að draga aðeins úr henni hérna núna en það er búið að vera alveg geysileg umferð hérna upp undir. Við fórum hérna upp undir hraunstrauminn og þar rákust við á jafnvel fólksbíla. Er það ráðlegt að þeir séu á ferð hérna við þessar aðstæður? Nei, aldeilis ekki, vegna þess að ef að bæri eitthvað út af hér þá myndi það vera verra fyrir þá að komast hérna burtu og við ætluðum til að þeir færi ekki að fara þannig upp. Því það er bæði erfitt að fara upp brekkuna hérna og það er búið að sté hérna núna 3 bíla árekstur hérna í brekkunarleiðinu upp. Þannig að það er alveg út í bláan að vera að hafa fólksbíla hann upp yfir. Verður þetta lokað áfram þá á morgun sem sagt og eitthvað áfram eða hvað? Ég veit það ekki, við bíðum bara eftir skipinu frá almannavarnaráði. Gosið hefur farið vaxandi síðustu klukkutímana eða fram eftir nóttu og á milli 2 og 3 sá einn sjónarvotta, Ragnar Kristinsson, þar sem 9 gígar opnuðust við Litlu Heklu. Við vorum þarna alveg vestast upp á hæðunum og vorum að skoða þar gosið í suðvesturhorninu og það kom svona góður strekkingur, austanstrekkingur sem að blés svolítið skýjafarinu eða bólstrunum frá og það sá hann vel þarna upp frá, alla gígana og allt saman og þá fórum við svona að sjá bjarma að norðri sko og það er eins og þessi norðvestur horninu á Heklu og rétt svona fyrir vestan Litlu Heklu staðurinn og þegar við fórum að skoða þetta betur horfa á þetta cirka 10 mínútur þá fór að koma svona smá bólstrar en þetta er svona 6-8 km frá okkur þannig að það er smá hæðadrag þarna milli og þetta er fyrir norðan gjána sem er þarna stóru gjána sko þar fyrir norðan. Þannig að það er ekki bara í Heklu sjálfri í sprungunni sem liggur þvert í gegnum Heklu heldur er farið að gjósa þarna við Litlu Heklu. Já, ég vil meina það, sé allavega þar fyrir neðan Litlu Heklu sko. Heldur það hafi verið gos þarna frá byrjun eða er þetta nýtt? Þetta er nýtt, þannig að þess að við komum hérna rúmlega 12, þá komum við hérna frá Búrfellsvirkjun og niður úr og þá sáum við vel hann upp eftir og sáum við bara efst þessa hrauni sem komið fyrst þegar hún gaus upp í kvöld, efst í fjallinu. Sigurjón Pálsson, bóndi á Galtalæk, man síðustu gos í Heklu mjög vel
og hann segir að það sé mikill munur á til dæmis gosinu sem varð í Heklu 1947-8 þegar að fjallið spúði eldu og Eimyrju yfir landi í 13 mánuði og gosinu sem núna. Sérfróði menn segja að gosi nú sé meinlaust, einn ráðherra og jarðfræðingur. Páll Benediktsson ræddi við hann á gosstöðunum í nótt. Þetta myndalegt gos og fallegt og hrollvekjandi í senn, eins og eldgos eru alltaf. Sérstakt áltið að sjá það í svona nokkurn veginn heiðskýru veðri og snjó. Það dálítið öðruvísi en ég hef áður séð eldgos. Heldur þetta sé ekki tiltölulega meinlaust gos í sjálfu sér, svo að menn þurfi nú ekki að óttast neitt? Jú, ég og svo við getum sagt það að það stefni allt í að þetta verði það. Vindáttin var hagstað framan af og meðan að öskufall var og síðan ekki líklegt að hraunrennsli verði til þess að valda neinu tjóni, nema þá að þetta gos hegði sér eitthvað verulega mikið öðruvísi en vænta má miðað við fyrri gos, þau 2-3 þau síðustu. Þú ert jarðfræðingur svo að við erum að tala við fagmanni og ekki bara ráðherra? Já, það á að heita svo. Ég lærði jarðfræði fyrir 10 árum en hún nú farin að ryðga dálítið. En það kveiknar auðvitað upp í manni áhuginn svona þegar svona laga gerist. Svo held ég að þurfi nú ekki jarðfræðinga til að verða dálítið upptendraða svona þegar náttúran sýnir á sig þessa hlið. Í gærkvöld og nótt varð vart við öskufall frá Heklu norðan heiða. Gísli Sigurgeirsson. Askan úr Heklu kom norður yfir heiðar í gærkvöldi. Fréttir bárust af öskufalli allt frá Eyjafirði austur í Mývatnsveit. Einna mest virðist öskufallið hafa verið í Bárðardal og þar var einnig brennisteins fnykur í lofti. Hvergi var þó öskufallið verulegt en hægt við floreitrun í fínasta sallanum sem berst lengst. Sigurður Sigurðsson, yfirdýralæknir á Keldum, hefur því varað bændur við að hafa búpening úti við þar til flórmæling hefur farið fram. Í gær voru feðgar úr Mývatnssveit við mælingar á snjósleðum á Sprengisandi. Þeir hættu að ganga í öskufallinu en bændur úr Bárðardal fóru til hjálpar. Ferðalangarnir komust til byggða 4-leytið í nótt, kolugir og ófinnilegir en að öðru leyti hinir hressustu. Það Gísli Sigurgeirsson sem talar frá Akureyri. Nú við ætlum að ræða aðeins áfram við Ragnar Stefánsson. Ragnar, við vorum í sambandi við Sigurjón bónda og Galtalæk fyrir nokkrum mínútum og hann sagði að draunur væri að aukast við Heklu. Hún að ryðja meira úr sér? Nei, það hefur ekki orðið vart við að það var svipað gos í morgun eins og var í gærkvöldi, snemmi í morgun og það kemur ekki fram gosórói eða kom ekki fram gosórói á mælum þegar áður en ég kom inn í þennan þátt og það svona aska frá fjallinu eða gosmökkur. Hann hefur frekar farið minnkandi síðustu klukktímana heldur vaxandi. Þetta þýðir svo sem ekki að það sé öruggt að allt sé búið. Það sem að bendir til þess að þetta gæti verið að verða búið það að þetta hegða sér enn mjög svipað á gosi 1980 og þá sem sagt lauk gosvirkna mestu leyti á einu sólarhring en þetta samt ekki alveg eins og það hefur komið upp sem sagt gos norður af fjallinu þannig að heldar gossprungan 8 km, hún heldur lengur en síðast og það gossprunga austur af fjallinu sem fólk hefur nú lítið séð sem liggur í áttina til Vatnafjalla og þar hefur þó nokkuð mikið gos sem ekki verið fylgst mikið með hingað til en það sem að væri kannski áhyggjuefni það var ef það springi suður úr til suðvesturs og þar hafi verið smávegis jarðskjálftar í gærkvöldi en það hefur ekki borið á neinu meira þar í nótt. En skjálftavirkni annars staðar á landinu, það hefur ekkert verið orðið vart við það? Mjög rólegt miðað við það sem venjulega er. En hvað þín tilfinning fyrir því? Verður þetta langt gos eða stutt? Nei, ég held að þetta verði stutt gos en það sem sagt við þurfum að hafa varan á að þetta gæti sem sagt tekst aðeins úr þessu til suðurs get ég ímyndað mér en það ekkert sem bendir neitt sterklega til þess ennþá. Nú og við þökkum Ragnari fyrir og